Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ríkisstjórnin hefur sýnt á spílinn, las ég á einhverjum fréttavef í morgun í fyrirsögn, í fréttum fjárlagafrumvarpið. En hvaða spil það? Og hvað það sem vantar? Ekki bara í fjármálu ríkisins, heldur sem dæmi í umhverfismálin, hver ástæðan í utanríkismálum, of mikil einsleitni inn á þingi, vantar raddir Pírata, VG, sósíalista. Í tilefni þingsetningar á morgun komnir hingað að rauða borðinu 2 góðir gestir. Þetta Guðmundur Hrafn Arngrímsson hjá Leyendasamtökunum. Þú skipaðir oddvitasæti hjá sósíalistum fyrir síðustu kosningar. Vertu velkomin. Takk. Og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sem þjóðinni að góðu kunn sem þingmaður Pírata, en ekki núna. Hafið þið náð eitthvað að kíkja á fjárlagafrumvarpið? Við byrjum kannski þér, Þórhildur Sunna. Nei, blessunarlega. Það var þetta ekki fyrsta máli sem ég lít til að hausti lengur. Þannig að nei, ég ekki búin að kíkja á það. Og talandi að sýna á spilin að þá þetta finnst mér vissulega að það mikilvægt að fylgjast með hvert peningarnir fara og fara ekki, og það sannarlega ein leið til þess að sýna á spilin, en önnur þetta þingmannaskrá ríkisstjórnarinnar sem að ég hef allavega ekki séð ennþá. Það nú venjan að hún birtist samhliða stefnuræðu forsætisráðherra, þannig að ég reikna með því að það sé von á henni á bara allra næstu dögum. En það svona ýmislegt kannski hægt að spá í spilinu hvað framundan, miðað við það sem undan gengið, svona sérstaklega kannski varðandi innanhúspólitík og hasar og annað slíkt sem að ég hugsa að halda áfram að vera áberandi í haust, miðað við hvernig þetta var í vor og sumar. Það kom beinlínis fram hjá sumum þingmönnum Flokks fólksins að þeir óttuðust, þeir kvíðu vetrinum ef Sjálfstæðisflokkurinn ætlaði að vera með sömu tök á málþófi eins og við sáum meðal annars í sumar og þá var verið að leggja út á því að nýr þingflokksformaður yrði aðeins skárri heldur en sá fyrri. Já, það hann hefur vist lýst yfir að hann held að þjóðin sé hún leið á málþófi. Ég hugsa að það sé sem alveg rétt lesið hjá honum með að við hvernig þetta málþóf þeirra veiðigjöldin hafði, maður mætti nú alveg halda þannig hvað áhrif að fylgi þeirra. En það breytir því ekki að það eru til margar leiðir innan þingsins og margir klækir sem hægt að nota til þess að setja allt í frost og það svona kannski einna helst það sem að ég hefði áhyggjur af þegar ég sá uppröðun leikmanna, ef svo mætti orði komast, í upphafi þessa kjörtímabils varðandi til dæmis bara formenn nefnda og þingflokksformenn og annað. Ég meina, þetta allt besta fólk en hefur gríðarlega takmarka reynslu af þinginu. Ég held að Sigmar sé eini þingflokksformaður stjórnarmeirihlutans sem að hefur eitthvað þingreynslu. Og það sama gildir nefndaformennina. Þetta fínt fólk, ég hef unnið með sumum þeirra en fæst að hafa eitthvað teljandi reynslu úr þinginu og þegar að svo pottin búin hjá stjórnarliðinu þá vaknaði þetta ákveðnar áhyggjur að svona reyndari stjórnarandstaða geti séð sér leikaborði og notað öll þessi brögð sem að hægt að nota til þess að hægja á hlutunum og teppa mál og annað og það ekki bara gert með málþófin í þingsal, það gert með fjöldanum öllum af fyrirspurnum og beðnum auka gestakomur og beðnum endurkomu gesta og annað sem oft þetta bara greiðarlega mikilvægt og lögmætt en getur líka verið notað í þessum tilgangi að svona eins og við kallum þetta alltaf að setja sand í hjólin. Og ef að fólk ekki meðvitað þessi brögð, til dæmis með takmarkaða þingreynslu, að þá kannski auðveldara að spila þennan leik heldur en ella. Og það má kannski það segja sína sögu hvernig þetta fór í vor og sumar. Ég held að þarna þurfi þingflokksformenn stjórnarflokkana svolítið að líti í eigin barm líka. Ég veit að stjórnarflokkarnir hafa sagt að það hafi bara einfaldlega ekki verið hægt að semja við stjórnarandstöðuna og kannski það bara rétt hjá þeim. En þetta líka spurning skipulag að halda réttaspöðunum alveg frá upphafi og til dæmis að gera ekki þau mistök að mæta svona seint með mikilvægt mál og veiðigjaldafrumvarpi. En það svo sem skrifast ekki að þingflokksformenn heldur ráðherra. Nei.
Guðmundur Hrafn, hefur þú náð að kíkja á eitthvað í fjárlaga frumvarpinu? Ég var nú bara svona lesið aðeins yfir fréttirnar í dag. Ég er búin að vera út í skurði bara malaskóplu í allan dag, þannig að ég fór bara heim og skiptum föt til þess að mæta hérna svona snertilegur vitandi. Þannig ég er ekki búin að leggjast yfir þetta, en þetta er nú eitthvað sem að ég hafði hugsað mér að kynna mér, bara hvernig fjármál ríkisins verið háttað, en ég sáði státið þessu svolítið að því að ætla að skila 15 milljarða halla og að sjálfstæðismenn vildu að gatinu eru loka, þannig að það er greinilega, þetta er nú ekki mikill halli finnst mér svona miðað við það sem undan er gengið. Þannig að þarna hefur greinilega verið farið eitthvað svona varfærinskref. Nú var ég að tala svolítið úti inn í þetta án þess að hafa lesið nokkur staf hvernig þessi fjármunum er ráðstafað, en ég það er gott að heyra frá henni Þórhildur Sunnu hvernig hún er að lýsa svona vinnubröðunum og andrúmsloftinu inn á þingi. Ég held að fæstir gera sér almennilega grein fyrir þessu, einmitt eins og hún er að lýsa hversu stjórnarandstaðan er gjörn á kannski og jafnvel er þetta á alla bóga, vera að kasta sand í hjólinn á svona mikilvæga málum. Ég segi nú bara fyrir mitt leyti að því ég í gegnum tíðina helst einbeitt mér að húsnæðismálum og umhverfismálum og mér finnst svolítið undarlegt að vera að vitna því að það sé ekki hægt að taka einhverja svona afgerandi ákvarðan til góðs sem eru klárlega til góðs, og ég held að kannski 9 af hverjum 10 Íslendingum séu sammála að séu til góðs, en það er ekki hægt að koma þessu nokkuð snurðulaust í gegnum þingi vegna þess að það eru mjög valdamiklir aðilar sem eru í forsvari eða málsvarar mjög þröngra hagsmuna sem að geta gert þetta endalaust, og mér óvar svolítið fyrir því ef að núverandi stjórnarandstaða sem að við vitum að þetta eru svona þessu gömlu valdaflokkar og klæjar væntanlega alveg ógulega undan því að vera ekki við völd þegar sem þeir líður svona nokkuð vel og eru þá í samfloti með sínu fólki sem eru þessu stóru hagsmunasamtök fjármagnsins og atvinnurekanda. Nú geta þau raunin ekki veitt þessum umbjóðendur sínum, raunverulega umbjóðendur stjórnarandstöðunar núna eru atvinnurekendur og nú geta þær ekki veitt það sem að þeir eru gjarnir á að veita þeim, þannig að þeim glæja náttúrulega ógulega undan þessari stöðu, og ég held að við hefum eftir að horfa upp á svona svipaða taktík eins og var núna á vormánuðum og fram á sumar, þar sem að stjórnarnas það mun bara ekki hleypa ríkisstjórninni á eitthvað skeið með að koma fram með góð mál og klára mál, og ég tala nú bara þá að miklum áhyggjum gagnvart þeim skjólstæðingum sem ég hef verið að berjast fyrir gegnum síðustu 4-5 árin, leigjendur sem hafa lengi beðið eftir því að það sé komið að móts við þá með einhvers konar stjórnvalsaðgerð. Ég venn ekki sinni hennar fyrirsagnir leigjendur í þessu frumvarpi, Nei, en það held ég að leigjendur hafa aldrei beðið ríkið fjárútlát. Það er að segja, alla það aðgerðir sem leigjendur hafa verið kallað eftir hafa ekki átt að kosta ríkið en einstu krónu, og þess vegna sjáum við, finnst okkur þetta undarlega, þessi tregða þegar að þú getur komið á móts við 45.000 fjölskyldur í landinu með einfaldri stjórnvalsaðgerð sem kostar ríkið ekki krónu. Þess vegna finnst okkur svona undarlegt, það er ekki eins og sé verið að biðja með að sé verið að byggja 4 nýja skóla og undirgöng og misla gatnamót upp í Úlfarsárdal, það hefur verið að biðja með einfalda stjórnvalsaðgerð sem eru þaulprófaðar í flestum löndum í kringum okkur. Þannig að ég held að þetta eftir að vera erfið vetur, og ég held að núverandi stjórnarandstaða muni reynast stjórnarmeirihlutanum mjög óþægur ljár í þúfu. Já, maður spyr sig aðeins anda þessara ríkisstjórnar, til dæmis í utanríkismálum. Þórhildur Sunna, þú varst náttúrulega mjög öflug þar, og þegar þú varst þingmaður á sama tíma og við erum að ræða saman hér, held ég að standa yfir fundur í utanríkismálanefnd, við vitum ekki hvað kemur út úr honum, en við urðum vitni að mjög kröftugum mótmælum helgina
gegn ástandinu á Gaza. Hvað finnst þér það hvernig Þorgerður Katrín og þau í ríkisstjórninni hafa haldið á afstöðu Íslands gagnvart A. Ísrael, B. þessu Úkraínumáli og hvernig Trump hefur komið fram og talað? Sko, í fyrsta lagi þá finnst mér auðvitað svolítið frústrerandi að vera ekki á þingi eiginlega einna helst í þessu samhengi. Að geta ekki talað máli Palestínu inn á þingi og hafa ekki þennan áhrifamátt sem að ræðupúlti sannarlega gefur manni í þessa átt, vegna þess að mér hefur fundist alveg tilfinnilega vanta fólk sem hefur eitthvað kjark til þess að ég kalla hlutina réttum nöfnum inn á þingi og að berjast fyrir því að Ísland gerist meira afgerandi í stuðningi sínum við Palestínu og í aðgerðum sínum gegn Ísrael. Ég var nú þátttakandi í undirbúningshóp þessara mótmæla þjóð gegn þjóðamorðið sem fór fram núna land allt síðastliðinn laugardag. Og hafið þakk fyrir það. Já, og bara takk öll sem að mættu. Þetta var algjörlega stórkostleg stund og mjög kröftug og ég lít svo á að þetta hafi verið bara fyrsta skrefið af mörgum. Það voru 185 samtök sem skráðu sig til leiks og lögðu þessum málstað lið með þáttöku sinni og mér finnst það senda mjög skýr skilaboð til ríkisstjórnarinnar að tími innantómra yfirlýsingar sé liðin og að tími aðgerða sé komin. Eins og Þorgerður sagði svo sem sjálf á fundi Sameinuðu þjóðanna í New York fyrir svolítið síðan tveggjareikjalausnina þar sem hún talaði að tími aðgerða væri runnin upp en frá því að sú ræða var haldin hef ég ekki séð neinar aðgerðir. Sko, þannig að varðandi Palestínu þá finnst mér hafa ríkt ákveðið bara dugleysi og hugleysi og svona verið að bíða og sjá hvað aðrir gera frekar heldur en að gera það sem er rétt eins og Ingibjörg Sólrún talaði nú í Kastljósi daginn og ég sat til dæmis með Sigmari, góðum fyrirverandi vinnufélaga, þingflokksformanni Sigmari Guðmundssyni, þingflokksformanni Viðreisnar í vikulokunum og hann kallar þetta þjóðamorð og hann segir að við verðum að vera réttu megin sögunar og ég er sammála honum í því en það fylgir alltaf eitthvað svona en við verðum að bíða eftir að aðrir sé tilbúnar hoppa yfir þessa línu að vera réttu megin sögunar áður en að við ákveðum að fara þangað sem að ég bara er orðið mjög óþolumóð gagnvart. Mér finnst þetta ekki réttlætanlegt og nú er það svo að margar Evrópuþjóðir hafa tekið einhver skref. Við getum kallaði varfærin en þau eru samt til staðar. Ég minna við sjáum að Slóvenía segist ekki að taka þátt í Eurovision ef að Ísrael fari að vera með og hefur líka farið held ég af stað með vopnasölubann til Ísrael og sömuleiðis Spánn núna að tilkynna að þeir mun ekki selja vopn og heldur ekki þjónusta skip. Þetta er allt sem að gæti verið að flytja eldsneyti til Ísraels jafnvel. Þetta er allt aðgerðir sem að hafa minnstakosti eitthvað smá bitkraft og hingað til hefur íslenska ríkisstjórnin haldið sig við yfirlýsingar og mér þykir það mjög miður. Varðandi Úkraínu þá er auðvitað heiminn að hafa á milli þess hvernig íslenskir ráðamenn hafa komið fram við Úkraínu versus hvernig þeir hafa komið fram við Palestínu. En mér vil svona lítið þetta skrifa upp á þessa ríkisstjórn í þeim efnum þannig séð ég meina okkar afstaða og stuðningu við Úkraínu á rætur að rekja til áætlunar sem var samþykkt á síðasta kjörtímabili. Og ég held að það hafi nú allir stuttana með atkvæði síni þótt að við höfum gert athugasemd við það nýmæli að við varum allt í einu farin að borga beint í vopnakaup fyrir Úkraínu. Þar sátum við hjá en það var almennt bara þver pólitísku stuðning við Úkraínu svo ég noti nú þetta óþjálega orðalega það. Og ég held að það hafi nú lítið breyst í þeim efnum. En ég einhvern veginn bar þá voni brjósti þegar þessi ríkisstjórn tók við að það myndi bregða við annan tón gagnvart Palestínu heldur en verið hefði hjá fyrrverandi ríkisstjórn. En mér hefur fundist það svona töluvert máttlausari heldur en að ég hefði vonað. Já, og svo er það Trump sem hefur verið að ógna okkar nágrannum á Grænlandi og fleira. Ég man ekki hvort ég minntist á það í inngangnum eða ekki en í mínum huga þá er kannski svolítið vandamál að það er svolítið einsleitni inn á Alþingi gagnvart stórum álitamálum. Í utanríkspólitíkinni þá dettur mann í huga að það verði kannski ekkert allt svona
mikil umræða mál sem að þyrfti að ræða, það líka þín tilfinning líka? Já, sannarlega og í útlendingapólitíkinni og bara í mörgum mikilvægum málum að þá bæði ríkisstjórnin frekar langt til hægri þótt hún sé svona kannski frjálslynd fyrir utan flokk fólksins, ég get ekki beint kalla frjálslynda flokk. Frjálslynd og alþjóðasinnið og svo flokkur fólksins svona ekki alveg þar, sko. En þau eru öll svolítið til hægri. Já. Og svo bara ennþá meira til hægri í stjórnunarstöðunni og það finnst mér mjög vont jafnvægi, sko, þegar að þrýstingur sem ríkisstjórnin sem nú þegar svolítið til hægri að eini þrýstingur sem hún fær innan þings að fara lengra þangað og samningaviðræðurnar á milli stjórnar og stjórnarandstöðu sem alltaf þurfa að fara fram að einhverju marki, þær verða þá í þá veru að draga hana lengra til hægri heldur en hún nú þegar og þarna hef ég alveg sérstakar áhyggjur af réttindi fólks að flótta og fólki bara almennt erlendum ríkisborgurum, flótta börnum og öðrum, sko, að því ég fylgst áhyggjufull með fyrirætlunum dómsmálaráðherra brottvísanir, hvað sem þau kalla þetta sem að ég kalla nú bara varðhaldsbúðir fyrir flóttafólk og annað sem að ég bara hef töluverðar áhyggjur af að muni vera samþykkt á þessu þingi vegna þess að það verðist algjör einhugur það að í raun gefa í frekar heldur en draga úr þeim ómanneskilegu heitum sem að ríkt hafa sérstaklega gagnvart fólki að flótta en líka bara almennt gagnvart útlendingum á Íslandi. Ef rétt sem Þórhildur Sunna segir hér að við séum með hægri sinnaða ríkisstjórn og enn meira hægri sinnaðan stjórnar minnihluta, hvað segir það svona þau gildi sem að þú og þið í sósíalistaflokknum hafi barist fyrir? Hvers má vænta í vetur og næstu ár? Þetta náttúrulega mikið áhyggjuefni. Þetta rétt eins og Þórhildur Sunna lýsir. Við erum með, ég myndi segja ríkisstjórn sem bara tiltölulega hallast frekar mikið til hægri með viðreisn í efnahagsmálum og flokk fólksins kannski í allana svona félagsmálefnunum. Já, svona íhaldsflokkur að mörgu leitir sem hallast til hægri í mörgum málum. Já, ég hef miklar ágjörð af þessu að það sé ekki raddir hann inn á þingi sem eru róttækar félagshyggjuraddir og róttækar svona húmanískar raddir sem að kalla eftir réttundum almennings og svona verja hlut minnihlutuhópa. Ég hef miklar ágjörð af þessu. En mér langar aðeins að tala hérna varðandi Palestínu. Og þetta náttúrulega einhver mestur hryllingur sem að ég get ímyndað mér og mér finnst mjög erfitt og ég hef sagt það við börnin mín til dæmis sem mér þykir fyrir því að þau þurfi að alast upp við þetta að horfa upp á fólk í kringum sig, samfélagið, ríkisstjórnina og forsvarsmenn þeir samfélag sem þau alast upp við beita sér ekki í þessu. Mér þykir að leitt að þau þurfa að upplifa, þau þurfa að vaxa upp í þessu andrúmslofti þar sem að stjórnvöld eru ekki að gera allt sem þau geta til að stöðva þjóðamorð. Þess að ég veit að krakkarnir mín eru að sjá þetta á skjánum hjá sér mörgu sinnum á dag og ég held að það sé alveg hræðilegt að alast upp við að það sé normalisera að einhverju leyti að það sé ekki gert neitt við þessu. Hvaða gildismat eru við að senda út í kosmosið? Gagnvart þessum krökkum sem að hugsa með sér þetta hræðilegt. Það verður að drepa lítil börn, það verður að drepa jafnaldra okkar, það verður að skjóta og sprengja undan fæturnar og hendurnar. Þetta að svelta í hel og svo svona jaml og föður svona í efsta laginu sem að við rauninni erum að tengja gildin okkar við þetta fólk. Þau eru að eiga endurspegla okkar gildi og það bara jaml og föður. Þetta finnst mér stór alvarlegt og það er líka eitt í þessu þegar við erum að horfa upp á ríki og erum að benda á Spán og Slóveníu og Noreg og svona sem er að senda frá sér svona einhverja yfirlýsingar. Þetta er allt gott og gilt. Ég hef það hins vegar tilfinningunni að þau séu að færa sér svona innan einhver svona grásvæði sem þetta er heimilt að gera. Þetta er ekkit eitthvað sem að býtur sérstaklega á Ísrael. Ef að gildismat ríkisvaldsins það er þjóðamorð og við ætlum að bregðast við því, þá gerum við það ekki með að segja við ætlum ekki að keppa í Eurovision. Það gerum við með því að slíta stjórnmálasambandi
við það ríki sem að stunda þjóðamorð. Það að segja, ef við erum búin að komast að þeirri niðurstöðu, ríki stunda þjóðamorð, þá er úrræði ekki, við ætlum bara ekki að keppa í söngvakeppni með þeim. Við gerum allt sem við getum sem er til dæmis að slíta stjórnmálasambandi við ríkið og senda þau skilaboð. Við viljum ekkert hafa með að gera stjórnvöld sem að stunda þjóðamorð. Við viljum ekkert hafa með þau að gera. Við viljum ekki stunda viðskipti, ekki menningarskipti. Við viljum ekki að stunda nein samskipti við þjóð sem að lætur svona. Og þetta hef ég stundum af tilfinningun að það sé ákveðna dygðaskreitingar í þessu. Og þetta sé mjög varfærið og ég hef það tilfinningar sé búið að semja vegna þess að stjórnvaldi í mismunandi löndum, þau verða að fá að hreyfa sig inn í þessu máli vegna þess að þrýstingur er svo mikil heima fyrir að stjórnvald verða hreinlega að geta komið fram og þá er hreinlega búið að veita með einhverja heimild, ég hef það tilfinningunni þess að búið að veita Spánverjum heimild til þess að stöðva sendingar á 300.000 byssukúlum til Ísrael í þetta eina skipti. Samt eru búin að senda alveg ógrinn af vopnum hingað til. Þannig ég vara svolítið við með svona, en þetta eru góða fréttir þegar stjórnvöldur að gera svona, en þetta eru hænuskref og ég hef það tilfinningun að þetta sé ekki muni ekki skila þeim árangri nema að eitt ríki bara stíi fram eins og Ísland gerði gagnvart Eystrasaltsríkjunum, gagnvart Slóveníu og Króatíu þegar í upphafi 10. áratugarins, þá steg Ísland bara fram og sagði bara við viðurkennum sjálfstæði þessara ríkja. Jafnvel þó að Þýskaland og Danmörk og flest stóru ríkin í Evrópu voru búin að segja þetta mun orsaka stórkostlega diplomatiska og viðskiptalega krísu fyrir ykkur í komandi framtíð. En það varði ekki. Nei. Og ég held nefnilega að ef að Ísland tekur skrefið, þá munum fleiri ríki fylgja kjölfar. Núna eru einmitt margir sem að halda það eina sem að halda okkur frá því að bregðast almennilega við gagnvart Ísrael sé óttin við Bandaríkin. Ég held að það spili mjög stóru röllu, sérstaklega með við, sérstaklega hér á landi, við erum náttúrulega lítið herlaust land sem er með mjög umfangsmikinn varnarsamning við Bandaríkin sem var nú uppfærður bara frekar leynilega fyrir ekki svo löngu síðan sem að gefa Bandaríkjunum hans viðtakan rétt á íslensku yfirráðasvæði með Bandaríkjaforseta sem er gjörsamlega ófyrirsjáanlegur og óútreiknanlegur sem að hefur talað bara sækja sem meira landsvæði sem að hann ágirnist og að tala okkar næstu nágranna í því samhengi þannig að augljóslega úr vöndu að ráða fyrir Þorgerði Katrínu og Kristrúnu Frostadóttur þegar þær hugsa utanríkispólitík Íslands í þessu samhengi og þær eru nýkomnar í þessi embætti og vilja vanda sig og þetta að sjálfsögðu eitthvað sem að þær þurfa að taka tillit til vegna þess að það svona búið að eiga sér stað ákveðin, ég tala að gríman hafi fallið, ég meina Bandaríkin hafa alltaf ráðið öllu sem tengist Ísrael og þau hafa líka bara mjög reglulega ráðist inn í ríki sem að hafa einhvern veginn ógna þeirra efnahagslegu hagsmunum eða bara ekki verið nógu tilbúin að fórna sínum eigin efnahagslegu hagsmunum fyrir efnahagslega hagsmuni Bandaríkjana en þetta hefur alltaf verið svolítið dulið inn í svona allavega einhvers konar leikriti réttarríki, mannréttindi að alþjóðalög skuli virt, að samningar milli ríkja skuli virt og nú er bara svolítið búið að sópa allavega þessu leikriti út af borðinu og þá er ekkert skrítið að fólk sem taldi sig búa í frekar öruggu alþjóðakerfi og trúir á það og vill viðhalda því upplifir sig mjög óöruggt og óvisst hvernig það eigi að navigata í þannig nýjum heimi og ég hef alveg fullan skilning fyrir því. Ég bara trúi það mikið á mátt alþjóðalagana og mikilvægi þess að við stöndum fast og keik við þá skuldbindingu okkar samkvæmt þjóðarétti að gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir þjóðarmorð og akkurat núna þá er það sem er í gangi og við erum ekki að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma í veg fyrir það og þetta er bara hagsmunamat hvort verður ofan á óvissu ferð þar sem að við stöndum réttum megin sögunar eins og komast var á orði eða önnur óvissu ferð með herra Trump sem ætlar að gera Rivieru á Gaza skilur. Ég meina þetta er náttúrulega bara orðin svolítið sturlaður heimur en mér langar að þess að tala aðgerðir sem virka út af því að ég meina
þetta allt eitthvað sem að gagnast. Hvort sem við hættum í Eurovision eða við förum í viðskiptabann eða við hættum að þjónusta faratæki hverskins sem að gætu verið að fara með vopn eða önnur hergögn eða tvínótatæki til Ísraels. Þetta allt saman eitthvað sem að getur gagnast. Og Palestína og Ísrael hefur alltaf, að því að núna erum við að tala yfirstandandi þjóðamorð, en þetta náttúrulega sumir vilja tala með þetta að byrja 7. október, en það er auðvitað alls ekki rétt. Ísrael hefur fengið að komast upp með svívirðileg brot á alþjóðalögum allt frá upphafi þess ríkist. Ég meina bara sköpun Ísraels var brot á sjálfsákvörðunarrétti palestínsku þjóðarinnar, við skulum bara segja það eins og er. Og alla götur síðan hefur Ísrael fengið að brjóta gegn sjálfsákvörðunarrétti og mannréttindum palestínsku þjóðarinnar, brjóta alla Genfarsáttmála hægri vinstri, fram og tilbaka með landráni, með mannréttindabrotum, með morðum, með sprengjuárásum, með því að fangelsa börn í þúsundatali á hverju ári fyrir ekki neina sakir og brjótaði niður, pyntaði og jafnvel stundum drepaði. Allt þetta hefur fengið að viðgangast í marga áratugi, þannig að Ísrael hefur alltaf verið eitthvað svona sérstakt case þar sem við horfum bara á það og segjum já, herðu, þið megi fremja þessi mannréttindabrót og núna erum við komin á hápunktin á þessu mjög svo langa ferli. Og þetta svolítið eins og með aðskilnaðarstefnuna í Suður-Afríku. Ég meina Ísrael líka aðskilnaðarstefnu ríki. Það aðskilur sína þegna byggt á því hvort þeir eru gyðingar eða palestínubúar. Og kemur fram við á lagalega mismunandi og auðvitað murkar úr fólki á Gaza líftóruna eins og staðan er núna. Að viðskiptaþvinganir, sniðganga á menningarlega sviðinu, sniðganga á efnahagslega sviðinu, þar að segja sniðganga almennings, sniðganga í öllu svona samstarfi. Þetta er það sem á endanum varð þessu aðskilnaðaríki í Suður-Afríku að falli og þarna hafði almenningu gríðarlega mikið að segja. Og þetta er alveg rétt hjá þér. Fólk er að halda sig innan ákveðins eitthvað svona öruggsborða að fara alls ekki og langt til þess að styðja Palestínu. En málið er að þetta hefur alltaf verið svona. Þetta er búið að vera svona frá upphafi, að hluta til út af stuðningi Bandaríkjanna, að hluta til út af sögulegri eitthvað svona sekt. Og mörgum öðrum ástæðum sem er kannski of langt að mála fara út í hér. En það þýðir líka bara að við þurfum að vera taktískt og við þurfum að vera strategísk þegar við reynum að berjast fyrir því að þetta þjóðamál stoppi. Við getum gert kröfur að slíta stjórnmálasambandi. Ég hef litið svo á að ríkisstjórnin sem bara búin að lýsa því það oft yfir að hún ætla ekki að gera það og hefur talið fram sínar ástæður fyrir því að ég er búin að ýta því til hliðar. Þetta er bara greinilega ekki eitthvað sem þau eru tilbúin að gera. Þá er orku minni betur varið í að reyna að sannfæra þau eitthvað annað. Það þýðir ekki að ég sé ekki sammála því við ættum að gera þetta. Það þýðir bara að ég tel að akkurat núna sé að árangursríkast fyrir okkur að berast fyrir því að Ísland verði fyrst Evrópuþjóða til að ganga í haghópin sem að minnstakosti hefur tekið aðeins stærri skref heldur en þessi öruggu skref sem að Evrópuríkin hafa verið að taka. Eða þá einmitt að við förum í einhliða viðskiptaþvinganir sem að ég tel vera miklu stærra skref og ólíklegra að ná í gegn en mér finnst vera rétt. Ég vil ekki að við séum að flytja inn sótastrýmtæki sem framleidd eru á hernumdum á landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Ég meina það er bara stríðsklæpur í sjálfu sér. Þetta er bara efnahagsleg þáttaka í stríðsklæpum sem að við erum að taka þátt í með því að flytja inn sótastrýmtæki og aðrar vörur sem að liðsinna landnáms fólki í Ísrael eða í Palestínu réttar að sagt. Ég meina þarna erum við líka að tala um alls konar fyrirtæki svo Coca-Cola, Microsoft og fleiri sem að hafa beinan efnahagslegan ávinning af landráni Ísraela á Vesturbakkanum og við heldum áfram að vera í fullum viðskipti við. Ég meina íslenska ríkið, allur infrastruktúr íslenska ríkisins á netinu liggur við er í eigu Microsoft. Er þetta ekki áhyggjuefni? Er þetta ekki eitthvað sem við verðum að skoða? Það er til fullt af praktískum aðgerðum sem við getum farið í sem að geta bitið, geta haft áhrif og líka geta lækka okkar, sögulegu skuld þegar fram í sækir að við segjum að minnstakosti þá erum við ekki að borga fúlgur fjár til fyrirtækis sem að beinlíni stuðlar að landráni og stríðsklæpum. Ég er náttúrulega, ég þykist vita að það er eitthvað ákveðin svona realismi að núti sem að við kannski komumst aldrei almennilega að sem að erum ekki að fást við utanríkis samskipti og svona diplomasíu þá ríkir einhver veruleiki að núti sem að einstaklingar eins og Þórhildur Sunna hefur fengið svona einhvern nasa þegar af. Það er ákveðin svona
þú getur bara ekkert ætt svona á hlaupið út undir þér og búist við því að eltið allir og þú sért einmitt með þennan réttlætisfána og öll gildi og viðmið á hreinu. En við gerðum það algjörlega viðstöðulaust varðandi Rússland. Við vorum ekki bara að fylgja öllum hinum, bara 1, 2, 3. Við lokuðum sendiráðun í Moskvu og sendum sendiherran heim og við tókum alls konar frumkvæði gagnvart risastóru heimsveldi. Við erum að tala um Rússland kontra Ísrael. Sem segir okkur það að við séum að feta svona einhvern veginn vandræðalega gagnvart Ísrael öll þessi ár. Við erum ekki tala um bara síðustu 3 ár, þetta er búið að vera svona sem frá því ég bara man eftir mér. Ég satt við eldhúsborði í sveitin og hlustaði á svona eiginlega nánast sömu rulluna alveg frá 1980. Þetta er góðu punktur, má ég aðeins stoppa þig núna því að ég veit að Þórhildur Sunna, hún þarf að víkja að velli bara 1-2 mínútur eitthvað svoleiðis. Ég ætla að leyfa henni að segja sitt síðasta hér í þessum þætti. Þú heldur svo áfram og situr aðeins lengur með mér. Hérna Þórhildur Sunna, bara svona lokum af því að mér finnst til dæmis þið 2 vera með svona áferðinn á ykkar málflutningi er mörguleiti svipuð. Hefur þú einhverja skoðun á því varðandi framhaldið hvort pólitísk samtök sem hingað til hafa ekki unnið saman eins og Píratar, sósíalistar og VG er einhver framtíð með því að fylgja vopnum saman því bentu verið á að 20.000 manns eru landlausir og ekki fulltrúa á Alþingi og við erum að tala um þessa einsleitni núna. Þú veist, já, ég er alveg opin fyrir samtali á milli þessara hópa möguleg kosningabandalög, til dæmis fyrir næstkomandi sveitarstjórnarkosningar eða eitthvað slíkt og þetta hefur oft verið, það hefur verið minnst á þetta reglulega og ég veit að það er alveg opin hugur fyrir því hjá okkur að eiga þetta samtal. En að því sögðu þá held ég að það yrði flókið að ætla að fara í eitthvað sameiningaferli með þessar einingar, það væri þá frekar að koma bara með eitthvað nýtt svona afl og þá er spurning hverjir finna sig innan þess vegna þess að það er nú samt alveg töluverðar áherslu munir á milli þessara hreyfinga svona á sumum stöðum sem að skipta þó samt sem áður máli, en mér langaði bara rétt að segja aðeins varðandi Rússland og Ísrael, ég meina það er rétt, við höfum verið miklu duglegri í að beita efnahagsþvingunum og öðru gagnvart Rússlandi, en höfum þar einmitt alltaf átt skjólið í að allir hinir krakkarnir í bekknum sé að gera það, og það er auðvitað þannig að Rússland er viðurkenndur vondikall á meðan að Ísrael er það ekki. Og Rússland sætir sameiginlegum refsi aðgerðum alls Evrópusambandsins, Bandaríkjanna og fleiri ríkja á meðan að Ísrael gerir það ekki. Og það er þetta, þessi hugmynd sem ég vil skilja eftir hjá okkur og það er að ef við sjáum fyrir okkur hópa börnum að lemja einn krakka í stöppu og einn krakki stendur þarna hjá og er bara að bíða eftir að hinir krakkarnir komi og skerist í leikinn. Ég meina þetta er sama konsept á miklu stærri alþjóðlegum skala, það sem að vissulega eru fleiri peð, þú veist, þarna og biskupar á leiki kring, en þetta er spurningin sem að mér finnst að ríkisstjórnin ætti að spyrja sig, ætlum við að bíða eftir einhver annar stöð við blóðbæðið eða ætlum við að minnstakosti að reyna, þó að við séum smá. Og mér finnst mjög áhugavert að ég held að við værum kannski að fara að ræða kolefnisskatt og kílómetragjald en þetta er það sem liggur ykkur helst á hjarta og ég held að sé þannig svolítið með íslensku þjóðina líka að þessi alþjóðamál þau hafa meiri áhrif á það hvernig hinn venjulegi Íslendingur fungerar frá móti kvölds og það verður fróðlegt að sjá hvort ríkisstjórnin svarar þessu ákalli. En kærar þakkir, Þórhildur Sunna, bara gaktu út úr þessu stúdíói og við sjáum síðar. Já, takk. Takk fyrir, sömuleiðis. Nú Guðmundur Hrafn, mér langar aðeins að ræða við þig að það hefur núna Inga Sæland búin að vera að kynna ákveðnar betrumbætur fyrir hópa öryrkja. Ég nefndi áðan að ég hef ekki séð neitt, ég hef ekki heyrt einasta orð leigjendur. Við vitum að sá hópur hann mjög illa staddur og fáir gefa honum gaum, fáir ræða þennan hóp.
í ranni stjórnmálana af því að ég bara ekki alveg með það á hreinu hvað heldur að skýri það á hverju bara svona látið eins og leigjendur sé ekki til og í öðru lagi hvaða stjórnvaldsaðgerðir væru heppilegastar? Sko ég veit nú ekki nákvæmlega hvernig það á Alþingi núna en það hefur verið þannig og var það til dæmis á síðasta þingi að það var engin leigjandi á þingi. Já. Og það nú yfirleitt líka þannig að við komst að því sjálfur fyrir rúmum 3 árum síðan að þegar að ég hef verið svona hálfpartinn illan leik komst að í starfshópi sem átti að fjalla leigumarkaðinn. Þú komstu við illan leik inn í starfshópi? Já, það var einmitt félagi okkar Ragnar Þór Ingólfsson sem að krafðist þess af innviðaráðuneytinu að fulltrúi leigjenda sæti við borðið. Þarna voru 22 hagaðilar að fjalla leigumarkaðinn og það var ekki gert ráð fyrir því að fulltrúi leigjenda sæti þar við borðið. Þarna voru fjölmargir leigusalar, þarna var fólk úr 3 eða 4 ráðuneytum og þarna voru fulltrúar 2-3 verkalýðsfélaga og annarra samtaka. Og fulltrúi húseigendafélagsins en það var ekki gert ráð fyrir því að fulltrúi leigjenda sæti þar við borðið til þess að fjalla aðstæður á leigumarkaði. Og þetta held ég að skýrist af því að þarna að í efsta lagi í ráðuneytunum og inn á Alþingi og inn í því mengi öllu eru mjög fáir leigjendur og ef þeir eru leigjendur þá kannski láta þeir lítið á því bera minnst að kosti ekki með þá sterku stéttaveitund sem þarf til að segja ég leigjandi og svona staðan mín og ég vil að þeir ávarpi þetta líka vegna þess að þetta veruleiki sem að þið þekkið ekki hafið kannski þykist þekkjan frá námsárunum eða eitthvað, það allt annað að vera leigjandi á námsárunum þar sem þú veist að þú ert að fara inn í betri tíma í framtíðinni og það hefur væntanlega ræst. Það held ég sé ástæðan fyrir því að það ekkert verið að tala leigjendur og ég hjó einmitt eftir því að það ekkert verið að tala leigjendur og mér finnst ótrúlegt að hlusta á það í viðtali eftir viðtali á eiginlega öllum miðlum þar sem verið að tala efnahagsástandið, þar sem verið að tala verðbólguna, vaxtastigið og það ekki talað að einn helsti orsakavaldurinn að þessu sameiginlega vandamál okkar allra sem hátt vaxtastig og há verðbólga eru aðstæður húsnæðismarkaði og þær koma til fyrst og fremst vegna stöðu leigjenda, það að segja ágangurinn á fasteignamarkaði ekki tilkomin með 25 ára ungu pari með barn á leiðinni nýkomuðu námi. Það ekki fólki sem að yfirbjóða fasteignir. Það eru fjárfestar sem að yfirbjóða fasteignir til þess að geta grætt á leigjendum. Það staðan á leigumarkaði sem veldur síhækkandi húsnæðisverði sem að veldur svo aftur næstu 50% af það verðbólguþrýstingi sem við búum við. Við förum að tala alls konar hluti í kringum þetta. Fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar gera það líka. Tala vexti á húsnæðislánum og þess áttar. Sjónarhornið alltaf þarna. Fólki sem að býr í eigin húsnæði. Það eins og sé búið að komast að einhverju þegjandi samkomulagi að það sé í lagi að fórna þessu mengi samfélagsins sem mjög skrítið. Hvað þetta stór hópur sem leigir? Þetta eru í kringum 45.000 heimili. Þetta engin smáræðisfjöldi. Og þetta en það hefur búið að vera að leika sem með þessa tölur vegna þess að lengi vel var það þannig að tölurnar sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun tók til sín og sett í sína mánaðarskýrslur og mánaðarskýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar fóru svo inn í gagnagátt Alþingis og var eiginlega sá einu gögn sem að alþingismenn gátu sótt sér vegna þess að þú getur ekki bara sótt þér gögn í ræður sem að þú svona fær bara frá einhver mann út í götu. Þú þarft að fara í gagnagátt Alþingis og þar eru tölurnar hversu margir eru leigjendur. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun segir 22.000, það eru byggð á okkur skoðanakönnun frá fyrirtækinu Prósent sem eitthvað mengi af fólki sem það hringir í sem fyrir fram skráð hjá þeim, eitthvað púlja og þar komast þeirra því að það sé ekki nema 13% landsmanna á leigumarkaði vegna þess að
að púljan þeirra, hún bara var ekki öðruvísi samsett. En við vitum það vegna þess að Hagstofan telur þetta, við sjáum líka fjölda leigusamninga sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun notað Bennett heldur utanum og þróun í eignarhaldi á húsnæði. Það sjáum við þetta bara mjög greinilega þannig að sko það er 30% af heimilum á Íslandi og þetta er bara samþykkt tala sem þýðir 43-5.000 heimili. Þetta er eins og segir, þetta er risastór, þetta er eiginlega bara langstærsta einstaka stétt fólks á Íslandi. Það segir að fólk tekur samþykki þessa að það tilherða stéttleiðenda, þá er þetta stærsta einstaka stétt á landinu og þarna er verið að níðast á þessu fólki til þess einhvern veginn að skapa grundvöll fyrir mikill auðsöfnun á fasteignamarkaði og ég held að komi til með út af ákveðnum þáttum, það er svo þéttingastefnan lóðabrask og þess áttar sem að hafi bara átt að fá að viðgangast til þess að búa til sterk og öflug byggingafyrirtæki en mér finnst þetta náttúrulega bara ótrúlegt að þetta skuli hafa fengið að ganga svona lengi. Ég hef mátulega mikla væntingar til núverandi ríkisstjórnar. Ef það er einhvern tíma lag, þá er það núna. Við erum með marga bandamennað inni. Dæmi stjórnvaldsaðgerð gæti verið. Það er fyrsta lagi, þarf að leiðrétta húsaleigu. Vegna þess að húsaleiga, eins og þú er fjallað um þetta sjálfur og þú er fjallað mörgu sinnum undanfarið misseri, að húsaleiga hækkar jafnvel 100% umfram aðrar hagstærðir. Sem þýðir það að húsaleiga er ekkert í tengslu við aðrar hagstærðir. Alltaf verið að segja við okkur, já húsaleiga fylgir hækkun á fasteignaverði eða fylgir einhver nei. Ef hún hækkar tvöfalt á við aðra hagstæðri sem þýðir það að það er eitthvað sjálfstætt vandamál þarna inni, þá þarf að bregðast við því með að segja, að þarf að leiðrétta húsaleigu. Bara nákvæmlega sem var gert með húsnæðislánin 2015 og það er eins og gert með ýmsar vörur sem er ekki á samkeppnismarkaði, það sem þarf að finna bara eðlilegt verð og eðlilegt endurgjald fyrir þetta. Það var nú gert í áratugi, ríkið var sjálft með viðmiðun að verða húsaleigu á öllu íbúðarhúsnæði í sinni eigu í áratugi, þar sem að húsaleiga til dæmis átti að miðast við 5% af brunabótamati árslega. En er bara vilta vestrið í því núna? Vilta vestrið, það þarf að setja viðmiðunarverð á húsalegu sem að sumir kalla leiguþak, við getum alveg kallað það, en það er bara húttak sem er komið með mjög neikvæða merkingu vegna þess að hægrimenn og frjálsíkjumenn hafa lengi verið að leika sig með þetta því að þetta mistókst einhvers staðar fyrir 50-60 árum síðan, finnst mjög gaman að nefna það að það var mjög farið hart fram, það var í New York þar sem leigan var bara fastsett á íbúð og hefur ekki fengið að hækka síðan og sem er náttúrulega ekki það sem við erum að tala um af því að það eru til íbúður á Manhattan sem hefur verið leigja á $500 af því að það var leigan árið 1972 þannig að við erum ekki að tala um það, við erum að tala um það að það sé samþykkt að húsaleiga eigi að miðast við eitthvað og þá þarf að leiðrétta það líka vegna þess að svo hækkun sem hefur verið undanfarið svona 6-7 ár umfram allar hagstærðir hefur ýtt húsaleigu út úr öllu samhengi við annað. Við höfum talað um það hér að kaupa kannski íbúð í Vesturbænum eða Breiðholti framkallar afborganir upp á 230 til 290, 320 krónur á mánuði meðan að vera að leigja sömu íbúður kannski hátt í 100.000 umfram það sem þýðir það að þarna er eitthvað samhengisleysi sem það er að bregðast við. Markaðurinn mun ekki laga það sjálfur. Stjórnvöld verða að gera það og verða að hugra ekki til þess að ganga fram fyrir skjöldu fyrir þennan hóp og segja við stöndum með ykkur. Við stöndum ekki með bröskurunum sem eru kannski 300 einstaklingar. Við ætlum að standa með ykkur. Við ætlum ekki að leyfa þeim að sjúga úr ykkur allt blóð og næringu og allt neyslu fyrir ykkar og ég skil ekki að svona hefðbundin sjálfstæðismaður sem að rekur smá iðnað og verslanir á höfuðborgarsvæðinu segi ekki við sitt fólk, við viljum fá neyslu og sem sagt ráðstöfunarfé leigjenda inn í samneysluna. Við viljum geta búið til störf með tekjum þeirra
Akkur á leigusalinn að hirða 80% af þessu til þess að geta fest klædna sínar ennþá frekar á húsnæðismarkaðinn. Akkur má leigjandinn ekki kaupa sér sófa, fara í frí, kaupa sér tjald eða mottu. Hann gerir það ekki. Hann lætur allt í braskaran sem að keyrir svo sjálfur hérna á fínu bílum og kaupir sér auka íbúð. Þetta náttúrulega sko, þetta eiginlega, eins og ég sagði í einu viðtölum dag, þetta eiginlega dystopískt að hugsa sér svona samfélag. Hluti dystopíunar eins og við höfum verið að kasta hérna á milli okkar og það látið eins og þessi hópur bara sé ekki til. Það svo lítil umræða hann. Já, þetta mjög skrítið vegna þess að þegar verið að ræða þessa háu verðbólgu, hún náttúrulega hefur verið að ganga niður, en hún var gríðarlega há og alltaf hefur verðbólgu þrýstingur á húsaleigu verið í millum 42-50% af verðbólgu þrýstingnu. Þetta var minnst niður í 42%, eða 0,42 sem var þessi þrýstingur. Og ég skil ekki á hverju menn fari ekki þar inn, á hverju menn að agnúast út í hækkun á hjólbörðum eða gallabuxum í H&M eða fara menn bara ekki þar sem að stærsti svöðusárið og segja við lögum þetta svöðusári hér þar sem að blæðir heilu mengi okkar samfélagi blæður út misrætt en þeim öllum að blæða út þetta getur ekki enda öðru sér fólk bara blæðir út fólk svona endanum munu fólk náttúrulega ekki nýta þau tækifærið sem þau hafa, þá atgerðir sem það býr yfir vegna þess að fólk býr við bæði lítið húsnæðisöryggi sem talað að sé eitt að hættulegasta sem fólk getur búist við. Svíar komast nú að því að húsnæðisöryggi væri eitthvað mesta áfall sem að einstaklingur getur upplifað eða sem húsnæðismissir einstaklingur getur upplifað á lífsleiðinni. Að ef við búum þannig hnútana að þetta fólk geti virkilega tekið þátt og virkilega verið með reisnið í samfélaginu og tekið þátt á pari við hina þá náttúrulega búum við miklu betra samfélag og ég held að þegar að vera búið að skoða það eins og margir rannsóknir séu svolítið rægir við að einangra húsnæðisstöðu fólks þegar verið að skoða alls konar félagslega stöðu, áföll og vandamál í lífinu, rægir við að skoða nákvæma húsnæðisstöðu fólks. Ég veit að Varða nýbyrjuð á því að reyna að greina stöðu fólks á vinnumarkaði eftir stöðu þeirra húsnæðismarkaði. Að einangra stöðu einstæðra fjölskyldufólks, innflytjenda, aldurskeið og tekjuskeið og alls konar starfstéttir og skoða stöður út úr húsnæðismarkaði. Voru að byrja á sig fyrra. Ég vil sjá þetta í betra öðru samhengi. Ég vil sjá líka til dæmis sem við að skoða fólk sem hefur lent út af svona, hvað maður að segja, þessar hefðbundnu stig og samfélagsins. Við kannski lent á kast við laugin, jaðarsett í neyslu og þess áttar. Vegna þess að ég tel mig vita það og það hefur nú reynda verið svona komið fram í ýmsum skýrslum að þetta hefur gríðarleg áhrif á afdrif einstaklingsins hvort hann býr við húsnæðisöryggi eða ekki. Og það, ég heyrði nú bara hann heiti Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur, sem var held ég nýlega hjá þér og hann nefnir þetta og ég var sjálfur bara einmitt að moka skurð rétt hjá stúdíónu þegar ég heyr hann nefna þetta eitt af sem fyrstu orsaka þáttum það nefnir stöðu á húsnæðismarkaði. Þarna vil ég sjá fleiri félagsfræðinga og þeir sem að rannsaka aðstæðu fólks greina eftir stöðu fólks, greina eftir stöðu húsnæðismarkaði. Ég held nefnilega að hafi, og hún hefur, þetta er alfa og omega í afdrifum okkar. Það segir sér sjálft. En þegar ég spurði hana Þórhildur Sunnu áðan svona viðhorfennar til samstarfs eða einhvers konar reglívar mögulega með öðrum flokkum og nefndi VG og ykkur í sósíalistaflokknum í þeim efnum, varstu spenntur að heyra svarið? Er einhver stemning núna fyrir því að fólk reyna að ná betur utanum hagsmuni
til dæmis leigjenda og annara sem að ekki verðast eiga sterkar rödd í samfélaginu? Já, ég held að það sé ekki bara stemning fyrir því. Ég held að sko við sem að höfum verið að reyna að draga fólk til okkar og tala við fólk í hinu ýmsu samengi og telja því trú ágæti okkar hugmynda og þess áttar. Við berum líka bara ábyrgð á því að hafa dregið þetta fólk til okkar, talið í trúum að kjósa okkur fyrir ákveðin gildi og ákveðin verkefni. Við berum líka ábyrgð á að segja, við verðum þá að tryggja það að fremsta megni að þið hafið það valkost sem að mun ekki gera atkvæði ykkar að engu. Með nýju framboði? Já, ég held að sé eiginlega alveg ljóst að við getum ekki sameinast hvorki sem að VG, Píratar eða sósíalistar geta sagt við hina, komið þið inn í okkar herbyggi og sláist með okkur í för undir okkar merkjum. Ég held að það sé alveg af og frá. Ég held að sé eiginlega ætti raunni að kasta öllum svona hugmyndum fyrir borð, að segja sameinist þið undir okkar merkjum. En vissulega þá erum við að tala sósíalískt framboð, það að segja framboð félagshyggju fólks. Það verður að finna sér vettvang, það verður að koma og segja við sína kjósendur, við tökum ábyrgð á þessu verkefni, við skulum tryggja það að við reynum allt til þess að finna sameiginlega fleti. Og það eins og með svona breiðfylkingar, við getum ekki sagt að minnsti samnefnarinn eigi að ráða öllu. Við verðum að finna stærstu samnefnarana og segja, getum við sammælst þessar stærstu samnefnara, hvort sem það eru það húsnæðismál, menntamál, umhverfismál, utanríkismál, mannréttindi. Ég held að það sé auðvelt að sameina og þvert að þessa þrjáflokka, svona málaflokka. Hver snemma væri æskilegt að stofnun svona nýs afls yrði að veruleika? Það er jú, hvað eru, nema 7-8 mánuðir í sveitarstjórnarkosningar? Já, ég sé það ekkit svo rosalega brýnt að gera þetta fullkomið fyrir sveitarstjórnarkosninga vegna þess að það er nú eins og þannig. Þú ert að hugsa til þingkosninga? Já, ég er að hugsa til þingkosninga. Það er nú eins og þannig í sveitarstjórnarkosningum, við þurfum nú líka að hugsa að það eru sveitarstjórnarkosningar annars þar heldur en í Reykjavík, að flokkadrætti skipta oft miklu minna máli í frambúðum út á landi í minni sveitarfélögum og þá eru oft bara samtíningur af fólki sem ætla sér bara að fella sjálfstæðisflokkin eða koma í veg fyrir, og það getur alls konar svona í-listar og ká-listar og svo leiðis. En hefur þú áður opinberlega lýst þessari afstöðinni til nýs frambúðs eins og þú ert að gera? Nei, ég hef ekki gert það. Ég hef eins og átt samtölu fullt af fólki og ég veit að þetta er í deiglunni. Ég er bara að lýsa minni skoðun að við verðum að taka ábyrgð. Áttu þér mörg skoðana systkini í þeirri kreðsu sem að þú starfar mest í? Eða eru skoðanir skiptar? Nei, vegna þess, það eru skoðanir skiptar. Ég er bara að lýsa yfir minni persónlega afstöðu. Ég hef ekkert verið að flagga henni, en það hef ég dreigið mig í hlé á samfélagsmiðlum. Þú varst með bandamann hérna við hliðina. Já, og ég veit að það eru fleiri að núti. Við þurfum líka að vera svona realísk í þessu. Ætlum við að sameinast félagshyggju gildi í ákveðnum stórum málaflokkum og keyra á þau, eða ætlum við að láta þessi jaðarmál sundra okkur eða þá eitthvað svona innbyrðis togstreitu. Ég bara vona að það verði ekki vegna þess, eins og þú nefndir það eru 22.000 kjósendur, 22.000 manns. Þetta er tvisvarsinnum allur fjöldin sem getur fyllt Laugardalsvöll. Þetta er gríðarlegur fjöldi sem er heimilislaus og eiga fulltrú á Alþingi. Við verðum að gangast við þessar ábyrgð. Við töldum þessu fólki trúum að kjósa okkur fyrir ákveðin málefni. Og við berum ábyrgð á því að segja við þetta fólk, við ætlum að koma í veg fyrir það að næst þegar þið kjósið og þið kjósið félagshyggju, að þá fáið þið fulltrúin á Alþingi. Og þetta er eiginlega lágmarksfjöldi vegna þess að við gætum mögulega bætt við einhverjum þúsundum við sem ákveða að kjósa strategíst. Já. En svona hjarta þeirra mögulega á öðrum stað en fólk sá einhverjum skoðanakönnunum og það var ekki víst að
aflið sem að langaði mest til þess að kjósa. Það gæti verið þarna 2-3% í viðbót, sko. En sko, þetta nú svolítil tíðindi, Guðmundur Hrafn, en eins og þú segir, þú ert bara fyrst og fremst að lýsa þinni eigin skoðun. Já. Og af því ég nefndi Þórhildi Sunnu áðan, það hefur verið hvatning að sjá að hún var líka frekar svona... Já, við verðum bara að bera ábyrgð á þessu. Já. Það bara svoleiðis. Við töluðum fyrir og töluðum fólk og töldum við trúum að kjósa okkur en eins og segi við sko út frá mínu sjónarhorni þá erum við að tala sósíalíska áherslur í ákveðnum málaflokkum sem við getum sameinast vegna þess að sósíalistar á Íslandi eru að minnstakosti 15 til 20.000 af þessum 22.000 manns og við kannski finna víðar, ég veit að það er margir sósíalistar og þeir eru ekkit óræði við að kalla sér sósíalist orðið fólk í samfélkingunni. En það vandamál í séríslensku samfélagi núna síðustu mánuði að það mætti halda fram með gildum rökum að hugtækið sósíalistaflokkur Íslands hafi orðið fyrir... Já, miklu skipbroti. Já, ég ekki að tala að fara... það líta til þess við heiti á stofnun? Nei, alls ekki. Ég sé það ekki hendi mér enda held ég að vörumerkið, þú maður tala svona á kapitalísku málfari, það vörumerkið mjög illa farið. Það þyrfti mikið að gerast ef við ættum að ná því tilbaka og lagfæra það svona framundir sveitarstjórnarkosningar. Það gæti verið að það takist og það væri fýsilegt ef það skapast eitthvað ró í kringum það. En ég hef nú ekki verið mikið á samfélagsmiðlum en það sem ég hef fylgst með undanfarnar vikur þá fannst mér mjög ósannlegt að verði hægt að draga þetta fólk einhvern veginn inn á einhvern vettvang og biðja að slíðra sverðin. Það virðist eins og fólk nýti sér öll tækifæri til þess að lýsa við skoðun sinni, vanþóknun eða einhvers konar sýn sinni á viðkomandi einstaklinga og það eins og þetta komið allt úr kviðnum og ég stundum ég hef sagt að það versta sem getur komið fyrir fólk í þessari stöðu það bara að hafa módem heima á sér. Það var bara aðgang á internetinu þannig að ég sé það ekki hendi mér að það sé hægt að vegna þess að segjum sér svo að það verði eitthvað skapast eitthvað ró kannski með tíð og tíma sósíalistaflokkin að þá það eitt en annað svo fólk sem að kannski hefur þurft að lúti í lægra haldi í einhvern veginn í því samengi og það verður kannski endalega tókstreita. Þú ert að kalla þetta fersku upphafi. Já, ég er bara að tala að við þurfum eiginlega bara að segja við sósíalist á Íslandi við þurfum að komast inn á Alþingi, við erum að rættir okkar heyrist inn á Alþingi. Það megi alveg vera áfram utan Alþingis. Ég oft verið sagt við þetta borð að sósíalísk orðræða hefur haft mikil áhrif nú þegar á íslenska samfélagsumræðu en kannski ekki á ákvarðanatöku nema kannski mjög takmarkaleyti, en þangað þurfum við að komast. Og hvað ætlum við að gera? Ætlum við að einbeita okkur á því að finna okkar mjög þrönga níssi, eins og krakkandi myndi segja, og vaða þangað og hugsanlega í einhverjum innri átökum alla tíð, eða ætlum við að staldra við og segja, getum við búið til hugmyndir ákveðin baráttumál sem eru gríðarlega mikilvægt vegna sem við tala lífsviðurværi stórs hóps á Íslendingum sem að nauðsynlega og treystir á að sósíalískar áherslur ná inn á Alþingi. Eins og það segir, það eiginlega engin sósíalismi stundaður inn á Alþingi þó að ákveðnir aðilinnar samfylkingarinnar svona tilludögum kallir sér sósíalista. Hægri stjórn, sagði Þórhildur Sunna, en hægri sinnar minnihluti. Þannig að við bara íslenskur almenningur á þetta ekki skilið. Nei, maður skildi ætla að væri sóknarfæri ef menn á að stilla samanstrengi. Guðmundur Hrafn Arngrímsson, kæra þakkir fyrir komuna og þakka ykkur hlustendum áhorfendum fyrir samfylgdina. Svona fer þetta stundum, maður heldur að maður sé að fara í allt aðra umræðu heldur en þá sem að verður. Það það sem skemmtilegt við þetta jobb. Hér eru nokkur tíðindi að mér finnst
en ekki fara langt, þátturinn heldur áfram eftir andartak. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.